Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að taka fyrir ummál rétthyrninga og ummál mynda sem eru búnar til úr rétthyrningum. Og fyrsta spurning sem maður kannski spyr sjálfa sig er: hvað er ummál? Svarið við því er hér að ummál er summa allra hliða og mælieiningin er til dæmis metrar eða sentimetrar eða eitthvað sem maður notar til að mæla lengdir. Við erum bara að mæla samanlagða lengd allra hliða. Og hér erum við með rétthyrning sem við ætlum að reikna ummálið á. Og það er þá eins og reglan í bleikakassanum gefur til kynna. Allar hliðarnar, þessi hlið, plús þessi hlið, plús þessi hlið, plús þessi hlið. Summan á þeim öllum. Þannig ég byrja bara á þessari hlið hérna. Og það er þá 2,75. Plús hæðin hérna hægra megin, sem er 7,9. Plús hliðin hérna uppi. Og þó að standi engin tala þar, þá er hún væntanlega jafn löng og botnhliðin hérna niðri. Þannig að þetta er líka 2,75. Og svo plús hæðin sem er þá vinstra megin, sem að sjálfsögðu er þá jafn há og hliðin hægra megin, af því þetta er rétthyrningur, sem er þá 7,9 líka. Og síðan er þetta að slá þetta allt inn í vasareikni, til að auðvelda sér vinnuna, eða hreinlega reikna í huganum ef maður vill það. Og svarið ætti þá að koma í ljós 21,3. Og að því að þetta eru sentimetrar hérna sem eru kefnir upp úr hliðunum, þá myndi ég skrifa sentimetra fyrir aftan svarið líka. Kíkjum á annað dæmi. Hér er beðið um að mæla ummál rétthyrnings, en það eru engar tölur sem standa við. Og þá þurfum við bara að mæla lengd og breidd, og til þess þurfum við að sjálfsögðu reglustiku sem ég er búinn að setja inn á hérna. Og það er ekki tekið fram í dæminu hvort ég eigi að mæla þetta í sentimetrum eða millimetrum eða jafnvel einhverju annarri mælieiningu. Þannig ég gæti skrifað, ef ég reyni að lesa út úr þessari mynd hérna, og sagt að breiddin niðri er, hvað ætlum við að segja, svona cirka hérna. Ég myndi segja að þetta væri svona 5,7 centimetrar. En ég gæti allt eins verið beðin um að í dæminu að svara í millimetrum. Og þá myndi ég skrifa að lengdin væri 57 millimetrar. Þá erum við að reyna að nota þessi litlu strik á reglustikunni. Og síðan myndi ég fara eins að og mæla hæðina. Ég ætla að sjá hvað ég geti skellt í hérna. Og þá myndi ég annaðhvort nota sentimetra og segja að hæðin er cirka 8 centimetrar. Nú eða ef ég myndi svara í millimetrum, þá mætti ég segja 88 millimetrar. Og síðan til að klára að reikna dæmið, það er að segja ummálið, þá legg ég saman allar hliðar. Annaðhvort legg ég saman allt í sentimetrum, sem er þá 5,7 pluss 8,8 pluss 5,7 sem er þá uppi og pluss 8,8 sem er hliðin vinstra megin. Eða ég get lagt þetta allt saman í millimetrum. Og það er þá 57 ætla ég að segja, pluss 88 millimetrar pluss hliðin uppi sem er 57 líka og pluss 88. Nú ef ég legg saman svarið í sentimetrum, þá sjálfsögðu fæ ég út svar í sentimetrum. Ef ég legg saman í millimetrum, þá fæ ég svarið í millimetrum líka. En þið getið slegið þetta inn og séð hvaða tala kemur út. En ummálið sem streiknað alveg svo í dæminu framan, við leggjum saman allar hliðar. Nú við skulum enda á þessu dæmi hér, þar sem við erum beðin um að reikna ummál myndarinnar. En við sjáum að það er engar tölur gefnar hér fyrir þessa hlið og heldur ekki hérna. Og þá er freistandi að mæla með reglustiku, en það er ekki víst að tölurnar sem búið er að gefa, og það er passið við reglustikunni hjá okkur. Myndin gæti verið teiknuð í einhverjum ákveðnum hlutföllum. En það sem við getum gert er að notfæra okkur það sem er gefið á myndinni.
við sjáum að þessi fjarlægð hér er 5. Þannig að sama fjarlægð á hliðinni vinstra megin líka 5. Og svo sjáum við að þessi hlið hægra megin er 3. Þannig að sama vegalengd á vinstri hliðinni líka 3. Sem þýðir að öll þessi hlið hérna, hæðin, hún myndi vera 5 + 3 eða 8. Og hér eru engar mælieiningar, þannig við þurfum ekkert að vera að spá í þær. Við þurfum bara að horfa á tölurnar og passa að nota réttar tölur. Nú aftur vantar okkur lengd hér fyrir botninn. Hann er ekki gefin upp, eða sú tala er ekki gefin upp. En við getum farið eins að. Við sjáum að hérna uppi að þá er vegalengdin 2,5. Þessi hér. Og síðan er þessi fjarlægð hér 4. Þannig að samtals er þessi botnhlið og hún er þá 6,5. Og síðan þurfum við að reikna ummálið. Það er með því að leggja saman allar hliðarnar. Það breytist ekki þó að myndin verði svona í laginu. Þannig við byrjum bara einhvers staðar og segjum að ég ákveði að byrja hérna uppi. Síðan fikraði mig bara áfram og legg saman allar tölurnar þangað til ég er komin hringinn. Hliðin uppi er 2,5. Svo held ég áfram og næsta tala þarna er 5. Síðan kemur fjarkinn hérna. Síðan kemur þessi hæð hér meira megin. Svo kemur botninn sem ég var að finna. Hún er 6,5. Síðan kemur hæðin sem ég er líka búinn að finna. Sem er 8. Nú er ég búinn að fikra mig eftir jaðri myndarinnar. Þá er ekkert eftir að gera nema að slá þetta inn og reikna. Það kemur ljósa ummálið er 29. Og ef að það stendur einhver staðar í bókinu ykkar að þetta sé allt sentimetrar, þá sjálfsögum myndi ég setja sentimetra hér fyrir aftan. Eins og ég sagði áðan þurfum ekkert að spá í einingarnar núna heldur aðalega að fá rétta tölu fyrir ummálið. En þið skulle núna fá að spreyta ykkur á dæmum í bókinni. Takk fyrir mig.